að í nóvember 2018 þá gerist þetta mál sem að jafnan kallað klaustursmálið, það sem að nokkri þingmenn sátu á bar og voru að drekka bjór og tala saman og það var tekið upp á næsta borði. Það verður svo skrítið að þrátt fyrir að Ólafur Ísleifsson og Karl Gauti Hjaltason hefðu svo til ekkert sagt á þessari upptöku. Ekki talað illa konur, ekki eitt neitt. Þeir voru bara þarna og hlógu kannski mestalagi. Það var mestalagi það, en allavega það var ekkert á þá í raun og veru. En þetta var til þess að Inga Sæland rekur þessa tvo úr flokknum. Og við munum eftir því, sko, hún skrifaði greinar í Morgunblaðið, þar sem sterk orð voru notuð fyrir sögnin karlar sem hötuðust við konur. Þannig að þeir gáðu henni dauða sværi bara til að afá. Sko, þarna sjáum við sem sagt að enn og aftur þá virðist við sjá þarna í þessu fólksins máli að það gæti hafa verið svo að hinn svo kallaða MeToo-bylgja hafi hreinlega verið misnotuð. Það er að segja, menn sem innan flokksins hafðu gagnrýnt fjármál flokksins ítrekkað og þóttu óþægilegur ljár í þúfu að leið og tækifæri gafst, að þá virðist Inga Sæland hafa stokkið á þarna mál sem að virtist samt ekkert mál gegn þeim. Þeir sögðu ekki neitt á þessum klausturbar. Þeir eru reknir úr flokknum. Og síðar, einhverjum árum síðar auðvitað, sem var alveg rétt hjá Ingu þá þegar kom upp svona annað MeToo-mál gegn þingmanni Tómasi Tómasinni, þá var MeToo ekkert svo mikið hjartansmál fyrir Ingu Sæland. Þannig að sjáum við misræmi í því. Þarna var hún mjög ákveðin í að það þyrfti að reka þessa menn, en ef þú skoðar það betur, þá virðist ástæðan miklu frekar vera svo að þeir voru óþægilegir innan flokks, og hún var búin að undirbúa þarna að hún gæti rekið menn úr flokknum. Þannig að ef við höfum að draga eitthvað lærdóm að þessu, að þá þetta enn og aftur að sýna okkur að þessi blessaða MeToo-bylgja, eins ágætt og hún var, að hún hafi verið í mörgum tilfellum misnotuð af fólki sem að vildi klekkja á eða losna við, jafnvel fjárkúamenn, það eru dæmi þess, eða losna við stjórnarmenn úr fyrirtækjum eða ná sér niður á fyrrverandi kærustum og svo framvegis. Enn og aftur, MeToo-bylgjan sem að þótti þjóðþrifa mál að við fáum ekki betur séð en í allavega mörgum tilfellum og hafi það ástand sem af henni skapaðist verið misnotað, hreinlega af fólki sem er bara ekki fullkomlega heiðarlegt, ef svo má segja.